það sem að að spá í þessu að uppskriftirnar nákvæmlega það sem við erum enda skiptir engu máli. Það bara það sem að mér datt í hug með að vera í búðinni áðan. Þannig að það ekkert svona úti uppskriftir, það ekki eitthvað þing. Það auðvitað uppskriftir sem eru kannski sérstaklega fyrir ýmis áhöld, eða eins og hollendingana, þá þetta aðlöðu og svo framvegis, en samt í rauninni ekki. Þannig að ég stundum að tala þegar ég var að halda svona námskeið fyrir kennara að þetta í rauninni ekki, við erum ekki matreiðslunámskeið, við erum á svona sjálfshjálparnámskeið. Það snýst bara að fá okkur til þess að fatta að þetta er ekkert mál. En það svona bara eitthvað við það, eins og þið þekkið í útilegum, það allt gott í útilegum, ekki? Það sem við ætlum að gera, við ætlum að baka okkur brauð, við ætlum að baka okkur múffur í appelsínuberki og síðan ætlum við að búa okkur til svona volt couscous-salat til þess að borða með brauðin okkar. Og ég er búinn að búa til brauðið, það tímafrekasti hlutur af þessu sjálfur sér. Þannig að það hér bara, ég bjóð það til áðan þegar ég var að kenna strákunum. Það er ekki duglegur? Já. Ég var líka mjög duglegur að vinna. En þau voru að baka döðlu og súkkulaðibollur, ég setti ekki súkkulaði hérna, þið ætlum að borða það með hérna, ég setti döðlur í þetta. Þannig að þetta er unni bara eitthvað brauðdeg. Getur verið hvað sem er. Pizzadeig er yfirleitt mjög safe, svoleiðis deig uppskriftir, þær eru náttúrulega auðvitað bara basic og einfaldar og við ætlum að gera það í þessu hér, þessum potti hérna. Og það er svona eiginlega fyrsta sem við þurfum að koma í gang nefnum þú opnir það. Og þetta borð hins vegar nýtt, þetta var ekki, þetta er hérna. En hver á þetta hérna? Skógræktin á þetta í rauninni. Það getur svo mikið grá þetta, sveitafélag eða eitthvað. Nei, skógræktin byggði þetta, Skógræktin ríkisins. Og svo er Smári og Hallberg þau sjá þetta. Þú veist að þú hleygi þetta og þau taka stundum á móti hópum og grillóni þau og svoleiðis líka. En svo getur menn þetta bara. Og oft er eitthvað svona. Ekkert alltaf. Það er bara eftir hvað að gera. En oft gerum við eitthvað svona. Og svo reynir ég alltaf að vera með að minnst 1 tíma í hverju lotu úti með hverjum hóp, segir mér. Úti eldinni. En ok, við vorum komið pottinn hérna á móti að opna það. Hafið þið notað svona áður? Þetta er það sem við kallum hollendingur eða þetta er kallað í Ameríku, þetta er kallað Dutch oven og hefur bara með að gera hvaðan hann kom, ekki hvaðan hann kom, þetta er lúst eins og flestar svona uppfinningar en ekki hollensk sérstaklega en þetta hollenskir settlerar í Ameríku þeir voru menn með sér og notuðu þetta til að skipta. Þetta var svona gjaldmiðill. Aðalega bara að gera, við ætlum bara að smyrja hann aðeins, getur smurt það með hverju sem er, þetta bara var en aðalega bara og svo ætlum við að baka á þetta virkar kolin kremjistykki og svo er þessi brún hérna á lokinu sem er til þess að kolin hrynni ekki onni þegar maður opnar og það eru til í ýmsum stærðum, þetta er stærðin á ofninum hérna sem er stimplað á 12 tommur og hann fer upp í 16 tommur sem er svolítið stórt, það er svona og svo eftir það þá skipta þeir nafn yfirleitt í Ameríka minnst, það eru kallað Mesa eftir það, þá er þetta orðið svona nornapottar eiginlega, það er orðið svona miklu stærri, oft miklu dýpri líka. Hvað er það að fá svona? Þessa er hægt að kaupa hjá skátunum, að minnstakosti og svo veit ég að Kokka, held ég, er það ekki Kokka, jú, þeir voru komið umboðið fyrir lots, en ég veit ekki til þess að hafi selt mikið af þessum pottum, þeir hafa aðalega verið í heimilispottum. En að minnstakosti eiga skátarnir þetta upp í Hraunbæ og þannig að það á að vera hægt að nálgast það. Það er bara til þess að byrja, við erum aðeins að byrja að hlýja honum bara til þess að stytta okkur smá tíma. Svo var ég búinn að setja hérna yfir ketil að því ætlum að gera smá kaffi og ég hef svona bara að nota þetta og kveikja upp en svo ætlum þið nefnilega að kveikja upp líka og þannig að ég ætla svona aðeins að hvort ég get ekki tekið ketilinn örlítið frá hérna og þetta detti ekki í hausinn á okkur. Og svo er ég með, að því ég er með kol hérna, þetta er þetta víðarkol bara, það er allt í lagi, það dugar. Og ég ætla bara svona aðeins að starta þeim í þess. Það sé svona, og þægilegt að maður er í kolunum og kolin eru þægilega vegna þess að þau eru svona fyrirsjáanleg og sérstaklega í þessum pottum, ef við erum að nota pressu kol, sem sagt svona venjuleg kol, ekki víðarkolin, þau eru þetta við líka þá getum við notað smá formúlu fyrir pottin og við getum sagt -3 + 3. Það er að segja stærðin á pottinum sem eru þarna 12 tómurnar. Við getum sagt -3 kol undir, 9 kol, +3 og 15 kol og ef við erum í góðum aðstæðum, ekki svona degi kannski, ef við erum bara góðum sumardegi eða eitthvað, þá getum við svona cirka sagt okkur að það væri 180 gráður hiti í pottinu. Þá myndi ég ekki kaupa minni en 10 tómur ef þú eru að kaupa skólan.
og ég myndi yfirleitt vera í 12 tómunum og þeir koma í 12 tómu regular og 12 tómu deep. Það munur svona, minnir að séu svona 2. Ég tók nú bara með kanni hérna en svona svolítið góða í nokkur ár og þar vorum við mikið úti og ég byrjaði til dæmis fyrsta árið mitt sem heimilisleikennari var ég ekki með kennsluöldur, þannig ég kenndi alla tíman úti. Og ég kendi bara heila vetur, þá var ég bara með prímusa og grill og eld og eitthvað svoleiðis og bara mjög skemmtilegt. Og hérna, og þá var ég með spritprímusa, kannski þið þá. Þeir eru þetta, hérna, þeir eru súper einfaldir, þola kulda mjög vel, sem öðru sem gasir. Gasir, hérna, við ákveð hitastig þá er svona frísa eiginlega, það hættir að hafa fasaskipti. Og hérna hættir að renna úr kútnum og maður tekið eftir til dæmis þegar maður einu sinni var ég með verkefni þar sem ég tók við krökkunum svona rúlluðu hjá mér og eftir því sem leið fram á hausti þá voru alltaf lengur að gera. Það er bara því að gasið rann hæðar. Og hérna það getur við sett pönnu á grillið eða pott eða þið viljið prófa að gera eitthvað úti með einhverjum hóp eða langar að gera og það er eins og segi kannski eitthvað svona sem er bara til nú þegar. Svo eru múrrekkurnar, ég er ekki með, ég skal sýna ykkur niður frá eina múrrekkur sem eru svona hérna pönnur á fæti. En maður getur fengið fót með, gasfót, en það má setja á eld líka. Þær eru ekki steipujárn en þær eru valsað járn, þannig að þær eru virka eins og járn, þær virka eins og þetta ef maður trítar þær ekki. En annars er ekkert mál að hérna viðhalda þeim og hægt að elda ótrúlega margt af þeim. Við erum með fiskrétti og lummurnar og pönnukökur og hérna hrísgrónarétti og bara hvað sem. Svo náttúrulega prímusin og múrrekkan er frábær, þegar hún er bara, maður bara tekur hann og kveikir undir og þau getur byrjað að elda eftir 5 mínútur. Þannig að svona eldurinn er svolítið trikki í þessu, þú veist, við þurfum með, ef við erum að elda með, hérna undir ég með tilbúnar. Ef við erum að elda með, hérna, venjulegum konum, þá er það svona góður hálftími sem þið fáið, 30 mínútur. Ef það er alltaf eitthvað eins og brauð sem gæti tekið lengri tíma, þegar þetta er stærri en brauðinu, þá gætu þið þurft að hugsa einhvern tíman eftir 10 mínútur eða eitthvað, 15, að byrja að undirbúa næsta skammt. Svo þið lendið ekki í einhverju svona stoppi. Og sjá, ég set bara kolið hérna undir, ég set svona hring og það er að því að við ætlum að snúa pottinu reglulega, svona 15 mínútur fresti á snúum pottinum og það er bara til að jafna hitann, þannig að ekki setja kol í miðjuna. En sko það er svona allur gangur hvort fólk setur svona random, eitthvað dreifir kolum random undir eða hvort það setur svona ytri hring, ég hef svona ytri hrings hrifin af því. Svo set ég kol ofan á og nú veit ég alveg, sko sjáu hérna brauðið okkar, þetta er aðeins byrja að hefast, það á eftir að stækka svolítið, það mun aldrei stækka upp í lok, þetta er ekki það stórt steik hjá mér og við erum ekki það mörg þannig að ég hafði ekki ágjörð á því. En ef að þið eru með brauð sem þið vitið á eftir að hefast upp í lok, þá þurfum við að hafa svona bara varan á okkur með topphitann. Þú veist, en ef þið eru til dæmis að gera kökur eða eitthvað sem þið vitið að fer ekki upp í lok, að þá getið þið leyft ykkur meiri topphita. Þetta er bara svona eins og þið væri að hugsa í venjulegu bakstri. Setjum matinn í og svo kemur hann tilbúin út eftir einhvern tíma. Og það er ekki þar með að krakkar skilji endilega, sko, hvað er að gerast, skilur við. Og við tölum eitthvað topphita og botnhita og viftuna og grillið og lalala. Og eini hlutur af þessu sérst er grillið, sko. Maður getur séð það verður raukt og þá getur maður svona, já, þarna er hitinn. En svo þegar við vinnum þetta svona, þá er þetta svo borðleggjandi, skilur við. Þegar við erum að tala þetta, þá brann aðeins í botninn, já, við vorum með of mikið botn í þetta. Og þá hérna, svona getur maður alveg séð smá ljós kvikna svona, þannig virkar ofninn, fleiri sjónarhorn. Og fleiri sjónarhorn þýðir auðvitað að við erum að ná meiri árangri með fleiri nemendum líka. Ekki satt, ekki pollar í. Og hérna er þetta mikið af ösku, en það er alltaf leiðast, þetta má gúði í tíma og svo. Öxið að mánu, við getum notað hníf líka eða hvað sem er. Og það sem ég byrja á að gera er, að ég byrja bara að búa til svona lítið, það sem heitir svona kindl. Og heitir kindling á ensku, en það er skemmtilegt að það heitir kindl á íslensku. Þetta er orðið til sem sagt, þó við notað það. Og það er svona fingurbreiðir bútar. Taka hérna frekar. Það er einnig svona uppkveikja efnið okkar. Þú veist, þetta er hérna, oft það sem að mönnum finnst erfitt að kveikja eld. Það er að því að reynsla fólks að því að kveikja eld. Það er svona svolítið fullu frændi í svona ættamóti, einhvers staðar. Bara rétt að kljúfa. Og ég get tekið svo þessa búta hérna og ég get klofið á meira. Bara svona. Hvað virkar krakkana mikið í þessu löfinu? Sko það fer eftir í hvað ég er búinn að kenna þeim mikið í þessu, sko. Ef ég hef verið til dæmis í skátahópa
það sem við fáum mikið tíma í svona verkefni, þá gera þetta bara. Þá endaðu bara með 9 putta á, svo 7 á. Maður horfir að það sé lítið að kvistum fyrir manni og það sé svona beint í því. Og ef það er þannig í því, að þá yfirleitt er auðvelt að kljúfa það. Þannig að maður kemur niður einhverjum kvisti, sko. Skiljið. Þannig að þeir þurfum ekkert rosa mikið af því og yfirleitt þá finnst mér voða gott að vinna þetta þannig að ég set í botninn einhverja fjöl og svo raða ég ofan á hana. Og þá þarf ég að tryggja það að hann hafi mat, eldsneyti, alla leiðina. Og síðan leið að það komin eldri í þetta að þá byrja ég bara að hlaða meiru á. Þá erum við bara á fínu stað, þá bara getum við sett meira efni og byrja að brenna það niður. Við hefum stundum gert það líka með nemendunum okkar að þeir safna uppkveikja efnum. Þú veist þannig að þeir líka með, það getur verið hluti út í hérna, skiljið. Að það er verið að þau í fyrra gerðu þau tilraunir til þess, þau gerðu sko prófuð að kveikja upp í mismunandi hlutum til að vita hvað virkaði vel. Og prófuð alls konar hluti í því og vorum með svona tilbúið pakka. Þegar nú ætlum við að kveikja upp eða náum í uppkveikju veskið okkar eða eitthvað, pennaveskið, ef það. Þetta er það sem að kennararnir gera. Og í staðið fyrir að henda þessu. Og þá fer þetta bara hérna ofan í tösku og þarna hafa verið sko drumbar og eitthvað fleira. Þetta er svona uppkveikju pubbar. Svona maður brefið sig ekkert mikið allavega. Og bara náum smá hérna, þessi pubbur hérna, það er svo flottur sko, sérðu? Bara leiðu að koma svona eitthvað smá þá getum við að fara að hugsa næstu skrifum. Nú ætlum við að gera hérna múffurnar sjá það, ég er með fullt af eldi við þarna. Þetta tekur tíma og þetta þarf smá orku. Og við viljum frekar, þú veist, vera á pínlítið ofið en maður, sko, það er ekki náttúrulega. Samt þá aftur á því sögðu, þetta er alltaf þannig, að það sem mér finnst sko kennurum finnast erfiðast í þessu, það er endirinn á tímann. Þú veist, það er bara, nú er tímbúinn, ég er með eld, ég er með fullt af börnum og svo, hvað gerir ég? Þú veist, á maður að bleita þetta, á maður að labba í burtu, þú veist, má maður bleita þetta að labba í burtu eða eitthvað, skiljið. Og þetta fer bara eftir aðstæðum hjá ykkur, skiljið, hvað þið treystið ykkur í. Og yfirleitt var það þannig hjá mér eins og í lögregluskóla ef ég var að gera eitthvað út í eldstæði og tala um ég var að nota kol og tíma búinn að þá dreifði ég á kolunum og svo labbaði ég ofan á þeim í eldstæðinu. Og það var betra að vera í gönguskónum en ekki í strigaskónum. Það endar ekki vel, ég hef alveg gert það líka. Ef þú stígur hana þá er það dautt af því það brennur utan frá inn. Og þannig að leiðu búinn að þá er það bara aska í rauninni. Annað væri bara bleiti í þessu. Hér hins vegar, ef þetta er pínulítill eldur eftir hérna, það væri svona smá glóð eða eitthvað, þá myndi ég til dæmis að fara. Hérna inn. Já. Þú veist, að ég veit alveg að það er ekkert að fara að gerast hérna. Þetta er ekki bara að fjúka eitthvað. Það vona þess að það er bara nálægt í. Þetta er bara vel að kaffa út í. Það er enga mælingar hér. Jú, við gætum það alveg. Svo bara ræður kaffikorkunum bara dreifður kaffið út allt og við viljum það ekki, það er vont. Þannig að þá tökum við smá eins og köldu vatni og við bara svona aðeins dreifum hérna inni. Og oft setja með á. En það ekki hótt? Alltaf síðan jú, en ekki rauð. Ef ég hefði gert þetta með krökkunum þá hefði ég sett appelsínuna bara í könnu og svo bara vatn yfir og við höfum drukkið það með. Skilja. Það fara bara fyrsta árinu ætlum ég að fara 2, 3, 4 sinum út. Það gengur vel, það er bara flott. Og ef maður finnur, þú veist, hjá sér einhvern veginn bara meira drive, þá er það bara frábært. Þá kemur það líka inn að setja sumar í aftur, sko. Appelsínu, súkkulaði, kökur, það er nú bara eins og þannig. Það er ekki nægur tími eins og betur. Það er eitthvað skeiðan og það er svona bara mjög endilega. Þessi fólk sem borðar ekki fisk, þá eru þið kúskús ættir. Ótrúlega einfalt. Við stundum alltaf því að halda ná. Og svo hefur við verið að plankasteikja silung.